Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. mars er sunnudagur í föstuingangi og í dag er æskulýðsdagurinn. Þema dagsins er vegur kærleikans. Í leksíunni sem ég tala út frá skrifar Jesaja þann styrk sem Guð gaf honum til að takast á við andstöðu manna vegna þjónustu hans við Guð. Í pistlunum skrifa Páll að hinir vantrúuðu sjái speki Guðs sem heimsku. Og í Guðspjallinu segir Jesús lærisveinunum hver endalok hans jarðvistar verða. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap leksían færir okkur en hún er úr Jesaja 50. kafla. Drottinn Guð hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég lærði að styrkja hinn þreytta með orðum. Á hverjum morgni vekur hann eyra mitt svo ég hlusti eins og lærisveinn. Drottinn Guð opnaði eyra mitt og ég streittist ekki á móti. Færðist ekki undan. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reittu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. En Drottinn Guð hjálpa mér, þess vegna verð ég ekki niðurlagður. Því gerði ég andlit mitt hart sem tinnu og ég veit að ég verð ekki til skammar. Nærri er sá sýknar mig, hver getur deilt við mig. Við skulum báðir ganga fram, hver ákærir mig. Komi hann til mín, Drottinn Guð minn hjálpa mér, hver getur sakfellt mig. Sjá þeir detta allir sundur eins og klæði, mölur étur þá upp. Hver er sá ykkar á meðal sem óttast Drottinn og hlýðir á boðskap þjóns hans. Sá sem gengur í myrkri og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn. En þið sem kveikið eld og vopnist logandi örvum, gangið sjálfir inn í eigið bál og eldin sem þið kveiktuð með örfunum. Úr minni hendi kemur þetta yfir ykkur, þið skulu liggja í kvölum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er vegur kærleikans og Jesaja sýndi mikinn kærleika í þjónustu sinni við Guð. Þó stöku sinnum megi lesa vonleysi úr orðum hans vegna skilningsleysis almennings. Boðun orðsins fylgdi mikið mótlæti því að fólk vill yfirleitt ekki heyra vandanir eða fá leiðbeiningar við slæmri hegðun. Þó segir hann að hann hafi lært að styrkja þreytta með orðum. Jesaja starfaði í Jerúsalem og þessi kafli er frá þeim tíma þegar margir frá Júda voru í útlegð í Babýlon. Hughreytingum spámannsins var almennt ekki vel tekið, en Guð hafði kallað hann til verksins. Þó Jesaja segði sjálfur að hann hafi þá verið með óhreinar varir. Köllun Jesaja var sérstök. Engill Guðs notaði töng til að koma með glóandi kol af altari Guðs. Snerti varir Jesaja og sagði: Þetta hefur snortið varir þínar, sekt þín frá þér tekin og friðþægt fyrir synd þína. Jesaja heyrði rödd Guðs segja: Hvern skal ég senda? Hver skal reka erindi vort? Og Jesaja svaraði: Hér er ég, send þú mig. Jesaja var þakklátur Guði fyrir styrkinn sem að Guð gaf honum til að standa styrkum fótum í baráttunni og Guð gaf honum lærisveina tungu, gerði hann að kennara í fræðum Guðs, en gaf honum einnig eyra til að heyra boðskapinn eins og lærisveinn.
Á þessum tíma fluttu spámenn orð Guðs út á strætum borgarinnar, þar sem þeir voru berskjaldaðir fyrir ólíkum viðbrögðum áheyrendana. Spámenn voru barðir, hæddir, hrækt á þá og sumir líflátnir. Í staðföstu trausti á Guð tók Jesaja mótlætinu ekki eins og niðurlægingu, heldur brynjaði sig gegn því. Hann var sannfærður að hann boðaði sannleikann. Guð hafði gert varir hans hreinar, friðþægt fyrir synd hans. Það gæti enginn tekið frá honum. Fólkið í Jerúsalem þekkti sögu þjóðarinnar, þekkti sögur sem vitnuðu að Guð efnir loforð sín. Guð gerði Abraham að ættföður þjóðarinnar og Guð leiddi þjóðina sjálfur út frá Egyptalandi. Þess vegna hefðu orð spámannsins átt að hljóma eins og lofsöngur í eyrum fólksins og vera þeim huggun, en fólkið hlustaði ekki. Höfnun á orði Guðs er oft lýst sem blindu og heyrnarleysi og í þessum kafla er að finna hvatningu að hlusta á Guð og hlusta eins og lærisveinn. Og Jesaja hélt ótrauður áfram þó hann mætti andstöðu og mótlæti frá fjöldanum. Þá segir hann að það var aðeins eitt afl á bakvið þessa andstöðu og hann treysti á forsjá Guðs sér til hjálpar. Þrátt fyrir að fjöldinn hæddi hann, talar Jesaja aðeins einn ákæranda. Hann segir við skulum báðir, það er báðir tveir, ganga fram. Hver ákærir mig, komi hann til mín. Drottinn Guð minn hjálpar mér, hver getur þá sakfellt mig? Fyrir nokkru nefndi ég að spámaðurinn Sakaría sá dómstól Guðs í sýn. Í þeim dómstóli sá Sakaría einn ákæranda og einn verjanda. Sá eini sem fellir dóma er Guð, sá hæsti og alvaldi, og meira segja hinn fallni engill sem er ákærandinn verður að sætta sig við dóm Guðs, því að hann veit að Guð fellir aðeins réttláta dóma. Jesaja sá að þeir sem sakfelli hann fyrir að flytja orð frá Guði og eru þess vegna andstæðingar Guðs, muni detta í sundur eins og klæði sem mölur hefur étið. Og þegar hann hvetur þá vantrúuðu til að íhuga Guðs orð, notar hann myndlíkingu sem Jesús notaði síðar. Sá sem gengur í myrkri og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn og hlýði á boðskap þjóns hans. Huggunar orð spámannanna virka stundum eins og hótanir, en hvernig á fólk annars að vita hvað vali stendur? Guð er okkar umhyggjusama foreldri og við sem erum foreldrar segjum börnum okkar frá hættunum í umhverfinu og í umferðinni, svo að þau geti varast þær. Við erum ekki að hóta börnunum okkar, heldur vara þau við að þau geti lent í slysi. Á sama hátt varar Guð okkur við hættunum sem liggja í leyni á lífsleiðinni, en þær eru lævísar og við föllum oft í þá gryfju. En ekki gefast upp á Guði, það er ekki hann sem leggur snörurnar, heldur reynir hann að forða okkur frá að lenda í þeim. Orð Guðs hefur alltaf legið undir árásum og í pistlinum skrifar Páll að orð Guðs sé vantrúuðum sem heimska, en þeim sem trúa er það kraftur Guðs. Heimurinn leitar sífellt að hinu fullkomna haldreipi í lífinu, en margir leita á röngum stöðum. Páll skrifar að gyðingar heimti tákn, en Grikkir leiti að Guði í speki heimsins. Heimspeki og stjörnuspeki var í hávegum höfð hjá Grikkjum
og á tímum Jesú notuðu menn hugtakið Grikkir yfir heiðingja. Páll vitnar í spádómsriti Jesaja, þar sem Guð segi að speki spekingana og hyggindi hyggindamannana verði þeim gagnslaus við hásæti hans. Sá einn sem þekkir Guð mun vera vitringur, fræðimaður og orðakappi í hans augum, því Guð leitar ekki að speki heimsins í hjörtum manna. Við lærum aðeins að þekkja Guð í gegnum boðskapinn. Með þekkingu á Guði byggjum við traust á honum og hlúum að trúnni. Þá verður trúin að fullvissu það sem við vonum, sannfæring þá hluti sem eigi auði að sjá. Við verðum sannfærð það sem við getum þó aldrei sannað. Já, þema dagsins vegur kærleikans. Spámennirnir sem boðuðu orð Guðs mættu andstreymi og þegar Jesús kom fékk hann sömu móttökur. Í Guðspjallinu sagði hann lærisveinunum að menn myndu taka mannssoninn, hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hússtríkja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann rísa upp. Á tímum Jesú þurfti mikinn kjark til að játa trúna opinberlega og enn í dag það erfitt fyrir marga. En þegar við gerum það, þá verðum við frjáls. Vegur kærleikans vegurinn sem við viljum ganga. Það vegurinn að krossinum. Þegar við göngum þennan veg, þá verðum við svo áþreifanlega vör við hina miklu fórn og hinn mikla kærleika sem Jesús sýndi. Í hugum okkar krossinn tómur. Jesús upprisinn, en ekki farinn frá okkur. Guð í gær og í dag hinn sami aldir og boðskapurinn sígildur og óbreyttur því orð Guðs varir að eilífu. Við getum alltaf treyst Guði. Jesús sannleikurinn og þeir sem fylgja Guði þurfa djörfung til að meðtaka allan sannleikan, því sannleikanum fylgja bæði góðar og slæmar fréttir. En Guð alltaf til staðar og mun gefa okkur þann styrk sem við þörfnumst til að ganga í ljósinu, því að í heiminum bæði ljós og myrkur, og sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Vegur kærleikans vegur sannleikans. Við þurfum að leyfa sannleikanum að frelsa okkur, því að hver sá sem ákallar nafn Drottins mun frelsast. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.